Hvað heitir hann strákurinn sem var hjá honum? Jósú. Yasu? Jasú, já, Jasú. Hann var byggilega einhvern veit í þessu. Í grunum. Ef að ég skildi þetta rétt, þá er þetta listamaður sem var hérna, japansku listamaður. Og sér þetta í þessu járna drasli sem ég sá bara þarna auðfrá. Já, þetta verkefni er nú alltaf bara hugarfóstur Wouters, Vaughn Heimersen. Og hann er búinn að tala um þennan tank á byggilega 5 ár. Hann þurfti að gera eitthvað með þennan tank, af því að hann var búinn að gefa honum þennan tank. Og svo var hann svo heppinn að hann fékk japanskan arkitekt í heimsókn. Og þá svona fór hlutir að gerast, það er því ég best veit. Og út úr því kom þessi svona hugmynd að flytja tankinn á Þingeyri og gera eitthvað skemmtilegt. Og Wouter er náttúrulega bara, hann er svona eins og við segjum kannski svona hugvargur. Hann fær hugmynd og það er ekkert sem fær hann stöðvað. Það er alltaf gaman að því, sko. The idea of the tank from a Japanese guy who was here 5 years ago, Yasuaki Tanago. He was an artist in our art residency. And he was interested in doing kind of something public, architecture-wise. I pitched him the idea that there was a part of an oil tank lying there at Baki. I thought, can't we just make some like patio out of it or something of it? 2 days later he came up with his whole pavilion design, which was amazing, but we thought, shit, who's gonna do this? And this is a bit crazy and big. And then we continued to work on it, got some more people involved, and now 5 years later we're constructing it.